Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 31. ágúst er 11. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er farisei og tollheimtumaður, trú og líf. Í lexíunni sendi Guð Natan spámann til Davíðs konungs. Í pistlinu skrifar Páll: hér er engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og í Guðspjallinu segir Jesús hina þekktu sögu farisean og tollheimtumanninn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían ber okkur, en hún er úr 2. Samúelsbók 12. kafla. Drottinn sendi nú Natan til Davíðs. Þegar hann kom til hans sagði hann: í borg einni bjuggu 2 menn. Annar var ríkur en hinn var fátækur. Ríki maðurinn átti fjölda sauða og nauta, en sá fátæki átti aðeins 1 lítið gimbrarlamb sem hann hafði keypt. Hann fóðraði það og það dafnaði hjá honum og með börnum hans. Það át af brauði hans, drakk úr krús hans, svaf við brjóst hans og var eins og dóttir hans. Einhverju sinni kom gestur til ríkamannsins, en hann tímdi ekki að taka neinn af sauðum sínum eða nautum til að matreiða hann handa ferðamanninum sem var kominn til hans. Hann tók því lamb fátækamannsins og matbjóð það handa komumanni. Þá reiddist Davíð þessum manni ákaflega og sagði við Natan: svo sannarlega sem Drottinn lifir, er sá sem þetta gerði dauða sekur. Hann skal bæta lambið með 4 lömbum, af því að hann sýndi slíkt miskunnarleysi. Þá sagði Natan við Davíð: þú ert maðurinn. Svo segir Drottinn Guð Ísraels: ég smurði þig til konungs yfir Ísrael og ég bjargaði þér úr hendi Sáls. Ég gaf þér fjölskyldu herra þíns og lagði konur herra þíns í faðm þinn. Ég gaf þér Ísrael og Júda, og hafi það verið of lítið, gef ég þér gjarnan margt fleira. Hvers vegna hefur þú lítils virt orð Drottins og gert það sem illt er í augum hans? Þú hjóst Hetitan Úría með sverði, þú tókst eiginkonu hans þér fyrir konu og felldir hann með sverði Ammonita. Vegna þess að þú smánaðir mig og tókst þér eiginkonu Hetitans Úría fyrir konu, skal sverðið aldrei víkja frá fjölskyldu þinni. Þá sagði Davíð við Natan: ég hef syndgað gegn Drottni. Natan svaraði: Drottinn hefur fyrirgefið þér synd þína, þú munt ekki deyja. En vegna þess að þú hefur gefið óvinum Drottins tilefni til að smána hann, mun sonur þinn sem fæðist innan skamms deyja. Síðan fór Natan heim til sín. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er farisei og tollheimtumaður, trú og líf. Forsaga þessarar frásagnar er vel þekkt og er rakin í kaflanum á undan. Davíð átti í einhverju baráttu með sjálfan sig og í stað þess að leiða menn sína sjálfur í herleiðangur sendi hann Jóab og var sjálfur heima. Til að stikla á stóru í frásögninni þá sá Davíð Batsebu, konu nágranna síns Úría, baða sig. Hún var svo fögur að hann lét senda eftir henni og lagðist síðan með henni. Batseba varð ófrísk og lét Davíð vita. Til að leyna afbroti sínu lét Davíð Jóab senda Úría til sín undir því yfirskinni að fá fréttir frá vígstöðvunum. Og vonaðist Davíð til þess að Úría myndi liggja með konu sinni og telja sig síðan eiga barnið. En það gekk ekki eftir. Úría svaf í hallargarðinum.
Davíð sendi þá Úrija með bréf til Jóabs að setja Úrija í fremstu víglínu svo hann félli í bardaganum, og það varð. Að loknum sorgartíma sendi Davíð síðan eftir Batsebu og tók hana sér fyrir konu, og kaflanum lýkur á þessum orðum: en það sem Davíð hafði gert var illt í augum drottins. Og í lexíu dagsins hefur Guð sent Natan spámanns til Davíðs, og Natan biður Davíð að dæma í þessu ákveðna máli, og Davíð var fljótur að því. Fátæki maðurinn sem átti aðeins eitt lamb átti að fá það ferfalt launað, og hinn miskunnarlausi ríki maður var dauða sekur. Án nokkurs ótta segir Natan Davíð að hann sé ríki maðurinn. Drottinn Guð hafði blessað Davíð, valið hann og smurt hann fyrir konung, gefið honum allt sem hugsast gat, en það hafði ekki verið nóg. Hann sveik nágranna sinn og kom í dauðan til að komast yfir konu hans. Þar sem Davíð hafði fram yfir marga aðra var að hann játaði umsvifalaust: ég hef syndgað gegn drottni. Og fyrirgefning Guðs kom á augabragði. Natan sagði: drottinn hefur fyrirgefið þér synd þína. Þú munt ekki deyja, en afleiðing syndarinnar myndi fylgja honum. Dómur Davíðs að greiða ferfalt fyrir lambið kom fram. Sonurinn sem myndi senn fæðast myndi deyja, og að auki missti Davíð 3 aðra syni í dauðan. Davíð sætti sig við dóm Guðs og sagði Guð vera réttlátan. Hann tók umvöndun Guðs til sín og örvænti ekki að Guð myndi blessa hann áfram. Davíð og Batseba eignuðust síðan annan son, Salómon, sem var næsti konungur ríkisins. Í upphafslínu Sálms 51 stendur: Sálmur Davíðs, þegar Natan spámaður kom til hans eftir að Davíð hafiði gengið inn til Batsebu. Sálmurinn ber með sér að Davíð viðurkenndi brot sitt af hjarta. Þó hann hefði öll völd til að hunsa spámanninn, þá tók hann orð hans alvarlega, og í sálminum biður hann Guð að fyrirgefa sér og skapa í sér hreint hjarta. Hann orti: Guð, vertu mér náðugur sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gert það sem illt í augum þínum. Því þú ert réttlátur talar, hreinn þú dæmir. Skapa í mér hreint hjarta á Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Þó Davíð væri útvalinn og smurður til konungs af Guði, þá var hann ekki hafinn yfir lög og reglur. Hjá Guði engin greinarmunur á háum og lágum, ríkum eða fátækum. Synd synd eins og Páll skrifar í pistlinum. Þá hafa allir syndgað og skortir Guðs dýrð. Og hann skrifar að Guð réttlæti menn án þess að nokkur verðskuldi það. Guð réttlætir fyrir trú. Og Guð sá að Davíð iðraðist gjörða sinna, og í dag réttlætir Guð þann sem trúir á Jesú. Í Guðspjallinu segir Jesús sína þekktu sögu farisean og tollheimtumanninn. Þar kemur einnig fram að Guð gerir ekki mannamun. Stétt eða staða hefur ekki úrslit áhrif. Fyrir Guði erum við nakin. Þegar við komum fram fyrir hann búið að taka umbúðirnar utan af okkur. Sálin ein stendur eftir og merkimiðin á henni hvern hún tignar. Við getum ekki tekið neinu sem sjálfsögðum hlut. Fariseinn var fæddur inn í þjóð Guðs.
Tollheimtur maðurinn var utan hennar. Annar þeirra miklaðist af verkum sínum og leit niður á hinn, en sá auðmýkti sjálfan sig, viðurkenndi breiskleika sinn og bað Guð að vera sér náðugur. Jesús lýsti því yfir að annar þeirra var státtur við Guð, hinn ekki. Ef við berum saman söguna af Davíð við þessa dæmisögu Jesú, þá sjáum við hvað Guð vill sjá. Davíð var útvalinn smurður konungur sem lagðist með konu sem var gift öðrum og lét drepa manninn hennar. Hann fellur undir lýsingu faríseans á tollheimtumanninum. Ræningi, ranglátur og hórkall. En þegar Natan hafði bent Davíð á brot hans, iðraðist hann umsvifalaust, eins og tollheimtumaðurinn. Guð vertu mér syndugur náðugur, eða orð Davíðs, ég hef syndgað gegn drottni. Guð vill iðrun og yfirbót. Og Jesús sagði, tollheimtumaðurinn fór sáttur við Guð, en hinn ekki. Því að hver sem hefur upp sjálfan sig mun auðmýktur verða. Sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upphafinn verða. Já, þema dagsins er farísei og tollheimtumaður, trú og líf. Þessir tveir voru tákmyndir fyrir réttláta og rangláta. Rétt eins og við fæðumst inn í syndugan heim, þá fæðumst við inn í þá stöðu sem skilgreinir okkur sem ranglát, og sá eini sem getur réttlætt okkur er Guð. Við eigum það ekki skilið, en vegna trúar okkar og trausts á hann og vegna þess að við biðjum miskunn Guðs eins og Davíð bað í sálminum, Drottinn, ég ákalla þig af öllu hjarta, vertu mér náðugur. Þá veitir Guð okkur umsvifalaust fyrirgefningu eins og Natan sagði við Davíð. Notum því bænina, því Guð er bara eina bæn í burtu. Í byrjun hafði hinn útvalda þjóð sáttmálana við Guð og aðrir voru sagðir heiðingjar. En með Jesú kom nýr sáttmáli, því að með dauða sínum, það er dauða Jesú, reif Guð niður vegginn sem aðgreindi þá. Með lífi sínu og dauða afmáði hann lögmálið með boðorðum þess á skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn mann úr báðum, gera eina þjóð. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi og setti alla undir náð fyrir trú. Allir eru jafnir fyrir Guði, bæði tollheimtumaðurinn og faríseinn, og eina leiðin til að eiga frið við Guð er að eiga trúna í hjartanu, því að af náð erum við hólpin fyrir trú. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.